Fleiri meistarar, endalausi meistarar. Nú er ég búinn að næla í Sigóla og við þurfum aðeins að, til hamingju með sætið. Þakka fyrir það. Fara Sigóli í gæðingakeppnina með Vá, er það ekki? Jú. Og hann er frá... Vestra Fíflholti. Já, það er nú Fífilholt áður en að Gústi fluttið þangað, við skulum ekki glemma því. Þetta er nú gaman brandara sem ég má nú ekki segja, en það er aukaatriði. Sennilega verð ég tekin á beini við þetta. Herðu, út í Herning, í Danmörku, þú ert búinn að vera á svæðinu. Já. Hvernig lítur þetta út? Ég var bara þarna síðustu helgi á danska meistaramótinu og þetta lítur bara fínt út. Þetta er stórt, rúmgott svæði, góð hesthús og aðstaða fyrir knappa og áhorfendur bara hinn besta. Og þetta er náttúrulega, við erum náttúrulega pröfukeyra þetta fyrir heimsleika sem verða þarna á ári. Það er náttúrulega, vantarlega erum við að taka þetta út þar næstu helgi. Já, þeir eru búin að gera nýjan íþróttavöll sem var reyndar ekki notað síðustu helgi, en þeir ætla að nota á Norðurlandamótinu og svona taka generalpröfu fyrir heimsleika. Ekki nóg með að þú setir liðin og í landsliðinu þá ert þú að fara að aðstoða þjálfara við, halda knöpunum í jafnvægi eða hvað er þetta að fara að gera? Ég held að þetta sé að svona félist aðlið að bera vatn. Já, þú veist að varamannabæknum sé vassberi. Já, það verður ekki eitthvað verið því. Á náttúrulega Þröstu var í henni vangjaði varamæri ykkur í bókum mér og þá var hann vassberi, þannig að ég skil þetta alveg, þetta er gott starf. Já, þetta er vanþakklátt held ég. Já, eiginlega alveg bráðnauðsynlegt. Já. En það er hiti úti og við erum að koma hann í mikinn hita og þú talar um hesthús og það er góð aðstoð fyrir hrossin. Er það ekki eitthvað sem við mögum kannski taka til greina fyrir landsmót, hestamanna? Jú, það veitir nú kannski ekki af aðeins stærri hesthúsum oft á tíðum. Menn eru hálft mótið jafnvel með hestakerrun eftir dragi, gerandi milli staðan. Þarna er náttúrulega, þetta er stórt svæði sem er notað til alls slags sýninga, landbúnaðarsýninga, hvers konar. Og það eru mikið pláss fyrir skepnur og það eru á rúmgóður einsistastígur þarna alveg í mörgum húsum, mörga húsaröðum. Og þannig að þetta verður, og ég hef verið þarna að sýna kynbótur og svona og það er mjög gott að bæði halda hesta og þjálfa þarna, sko. Þannig að við förum út skellihlægandi og komum með bikarna bara í rassvasunum heim, það er svoleiðis? Já, það er bara svoleiðis. Ekki nóg með það Sigjóla að þú sért í liðinu og sért að aðstoða, þá er dóttir þín í liðinu. Hvaða genablanda er þetta? Ég held með vatnið, sko, hún drekkur svo mikið vatn. En það er nú ákveðin árangur að vera bæði í liðinu og vera með dóttir sína með sér líka, það hlýtur að vera skemmtilegt. Það er mjög gaman. Hún er að vinna út í Danmörku núna, fór strax eftir landsmót og var svo heppin að fá hérna fjórgangshest sem var í öðru sæti á danska meistaramótinu í fullorðinsflokk og ykkur hlutu vegna völdu Danir hann ekki sem var held ég vont fyrir þá en gott fyrir okkur og Guðmundu að fá hann lánaðan. Hún keppi líka í B-flokk, nei ekki í B-flokk, í ungmennaflokk. Er á hesti sem hún var í öðru sæti í B-flokknum á síðustu helgi á danska meistaramótinu. Þannig það er bara gaman. Hún með hann tók mjög góða hesta sem vonandi bara standa sig vel. Ég er að segja ykkur það, skellilegandi með bikarinn í vasanum heim með þetta lið, þetta er einu vala til hamingju með sætið, stelpuna og gangi ykkur rosalega vel úti.